Mikið með sigurinn enn eitt árið. Þetta var hörkur leikur allan í fyrra hálfleik. Já, í fyrra hálfleik þegar þeir minnkundu í 4-2 þá var svona spennandi leikur. En mér finnst við komum rosalega vel út af þessi, svarum vel og svo setna hálfleik mér finnst við vorum frábæri öllum tíma. Sko í stöðunni 4-2 þá var maður haldið þetta góð staða fyrir leiknismenn að koma inn, svo farið þið bara í einhvern annan gír hérna á síðustu 30 sekundar. Já, mér finnst það vil til þegar þú kannski yfir 3-0 eða 4-1, það eins og bara þetta kom inn og slaka aðeins á. Mér finnst þess vegna ég sagði, mér finnst við erum svarað þetta rosalega vel, það miklu í 4-2, þá vorum við bara komin bara að setja meira í og fara í hálfleik með 6-2 sem var mjög dægilegt. Þið að æfa þessa íþrótt vel og meir en önnur lið á Íslandi, ekki satt? Já, alveg örgulega. Ég veit ekki hvað annað lið að æfa mikið, en við æfum það og tókum takt í hverjum ári í þessi futsal. En ég að æfa það fyrst og fremst ekki bara sem futsal, ég að horfa það sem rosalega góð innlegg í undirbúnings minn fyrir sumar og stór mót. Takk strákar. Og mér finnst þessi íþrótt að finna rosalega margt sem tengist 11 manna boltinn, eins og halda skipulag, halda aga og sérstaklega fyrir lið eins og við út á landi sem á ekki mikil verkefni. Þetta rosalega gott keppni og ég myndi langar að sjá og ég held að myndi vera skemmtilega, það myndi fleiri gott lið, fulla vinningu fyrir einn lið að taka takti. Ég held að enginn myndi vera svikinn að þess. Eurókefni á það. Við hefum farið undanfarin 2 skipti þegar við unum, svo kemur í ljós, við þurfum að sitja og skoða þessi mál betur. Landslagi hefur breyst til dæmis, til að byrja með til dæmis það ekki svo útvöld lengur að taka móti fólki, að við ekkert laus, hóteli veður fullir af ferðamannum og við þurfum að sitja og skoða, en við allavega, hugsum vel þessi mál. Mikið með það. Takk fyrir. Það er að fá hérna Þorstein bara leið og myndataka búinn. Víkingarnir að